Amen. Vér viljum biðja, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Stefáns Björnssonar hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen. Í opinberunarbók Jóhannesar segir: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn.
Hið heilaga Guðspjall er skráð hjá Jóhannesi Guðspjallamanni og hljóðar svo í Drottins nafni. Á þeim dögum mælti Jesús: hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið þér. Tómas segir við hann: Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag kveðjum við héðan frá Vídalínskirkju heiðursmanninn Stefán Björnsson sem lést þann 25. apríl síðastliðinn. Hann hafði fyrir löngu skilað drjúgu dagsverki og af honum kominn myndarlegur hópur afkomenda sem voru stolt hans og prýði. Heilög ritning lætur upplýsingar ættfræði ekki liggja milli hluta og fjölskyldu tengsl eru víða metin hátt í frásögnum hennar. Af því má ráða hversu mikils virði hver einstaklingur leið og hann hluti mikilvægrar fjölskyldu heildar. Þannig og hver og einn einstaklingur mikils virði í augum Guðs sem kallar okkur með nafni og gleymir engu barni sínu. Guðspjöllin fylgja frelsaranum Jesú Kristi á 3 ára starfstíma hans, þar sem hans eigin ættingjar koma talsvert við sögu og víða gengur hann inn í aðstæður fjölskyldna sem eiga bágt og hafa mist frá sér nákomin ættingja. Jafnan hlutverk Jesú í þeim sögum fólgið í því, hvernig hann birtir kærleika, ást og umhyggju Guðs og bætir úr þeim skorti sem upp komin í erfiðum aðstæðum fólksins sem við sögu kemur og glæðir von þess, trú og kærleika. Stefán Björnsson var fjölskyldumaður af bestu gerð, naut ríkulega samvistana við sitt fólk og skilur eftir sig dýrmæta fyrirmynd og arfleifð dugnaðar og festu meðal ástvina sinna og afkomenda. Það ekki sísta þakkarefnið þegar hann kvaddur af heimi og eftir sitja í hugum ykkar ástvina hans, fjölskyldu og vina, minningar hins liðna sem bregða munu birtu fram á veginn og bera vitni fjölþætta mannkosti Stefáns og góðar gáfur. Við skulum því láta hugan reika til góðra minninga hins liðna stund og rifja upp í fáeinum orðum nokkur atriði úr langri ævi Stefáns. Stefán Björnsson fæddist á Fáskrúðsfirði 28. október 1934. Foreldrar hans voru hjónin Björn Ingi Stefánsson kaupfélagsstjóri þar og Þórunn Sveinsdóttir húsmóðir. Stefán var elstur 6 systkina. Þau auk hans í aldursröð talin Helga Heiðbjört, Sveinn sem lést 2002, Örn, Jón sem lést 2019 og yngst var Jóhanna Þórdís sem féll frá 2013. Þórunn, móðir Stefáns, lést í ágústbyrjun 1999, 85 ára að aldri, og Björn, faðir hans, dó hálfu ári síðar í lok janúar 2000, 91 árs. Guð blessi minningu allra þeirra ástvina Stefáns sem horfnir eru af heimi. Stefán átti góðar minningar frá uppvaxtarárum sínum á Fáskrúðsfirði. Hann var mikill dýravinur og hann minntist þess að hafa sem drengur átt svín, sem nú frekar óvenjulegt gæludýr, en svínið fylgdi honum eins og hundur. Stefán fluttist frá Fáskrúðsfirði ásamt fjölskyldu sinni til Reykjavíkur árið 1947 og settust þau að vestur á Seljavegi. Lauk hann hefðbundinni skólagöngu þaðan, en var á sumrin í sveit í Deildartungu í Borgarfirði. Stefán lauk samvinnuskólaprófi 1953 og starfaði við ýmis verslunarstörf fyrstu starfsár sín. Eftirlifandi eiginkona Stefáns Gyða Guðbjörnsdóttir, bókari. Foreldrar hennar voru hjónin Guðbjörn Pálsson, bifreiðarstjóri, og Guðmunda Gísladóttir, húsmóðir. Stefán og Gyða gengu í hjónaband 28. júlí 1956. Þau stofnuðu sitt fyrsta heimili að Sólvallagötu 21 í Reykjavík, en fluttust til Vestmannaeyja 1959, þar sem Stefán tók við rekstri afurðasölu SÍS sem þá var nýstofnuð þar. Þau voru búsett 7 ár í Vestmannaeyjum og undu þar vel hag sínum. Eignuðust þau þar stóran hóp vina sem þau héldu sambandi við æ síðan. Úr Eyjum fluttust þau í Sandgerði, þar sem Stefán tók við sem skrifstofustjóri eða fjármálastjóri útgerðarinnar Miðnes, þar sem hann starfaði 3 ára skeið, en fjölskyldan fluttist til Reykjavíkur 1967 og settist að í eigin húsnæði í Stóragerðinu.
Stefán og Gyða keyptu svo einbýlishús í byggingu að Skógarlundi 8 hér í Garðabæ, þjóðhátíðar árið 1974 og segja má að þar hafi verið ættarsetur þeirra næstu 40 árin, en síðustu árin voru þau búsett á Löngulínu hér í bæ. Börn Stefáns og Gyðu eru 4. Elst er Þórunn, fædd 1957, líkamsræktarkennari. Sambýlismaður hennar er Kojak Barpas, einkaþjálfari. Sonur Þórunnar og Grétas Grétarssonar er Stefán Viðar, kona hans er Jónína B. Ingvadóttir, börn þeirra eru Yngvi Jakob og Ástrós Auður og sonur Jónínu er Axel Máni. Sonur Þórunnar og fyrrverandi manns hennar, Þorsteins Hauks Þorsteinssonar, er Samúel Haukur. Börn hans eru Gabriela, Theodór Eli og Lena Marín. Guðmundur er næst elstur, fæddur 1958, matvælafræðingur. Kona hans er Sigríður Ó. Guðmundsdóttir, verslunarmaður. Synir þeirra eru Guðmundur Stefán og Guðbjörn Lárus. Næst yngstur er Björn Ingi, fæddur 1966, tölvunarfræðingur og yngst er Guðbjörg Ásta, fædd 1979, líffræðingur. Hún er í sambúð með Eiríki Vaff Gunnþórssyni, bifreiðastjóra. Stefán var umhyggjusamur eiginmaður og fjölskyldufaðir, eins og áður var að vikið, og hann var í reynd kjölfestan í fjölskyldu sinni. Þau hjónin voru samtaka og samstíga hvaðeina máli skipti, voru hjálpsöm börnunum sínum í stóru og smáu og studduðu og hvöttu til góðra verka í námi og störfum. Stefán fylgdist vel með skyldfólki sínu út fyrir raðir sinnar nánustu fjölskyldu og hann lagði mikið upp úr góðum tengslum við ættingja og vini. Hann var fróður mjög ættir fólks, bæði sínar eigin og annara, og hann hafði ánægju af að rifja upp skyldleika og rekja fjölskyldutengsl fólks langt aftur. Þetta veittist honum þeim mun auðveldari fyrir það hver glöggur hann var og stálminnugur, ekki síst á nöfn fólks, og þeim eiginleikum hélt hann til æviloka. Stefán og Gyða keyptu tæpan helmingshlut í sælgætisgerðinni Mónu árið 1969 á móti hjónunum Ágústu Sigurðardóttur og Sigurði Marnósinni og upphófst þá farsælt samstarf og vinátta sem entist ævina á enda. Var Stefán sölustjóri fyrirtækisins og Gyða sá laun og bókhald ásamt öðrum skrifstofustörfum. Gekk rekstur fyrirtækisins með ágætum, en þar kom árið 1992 að þau hjónin létu gott heita. Seldu þau hlut sinn börnum Sigurðar og Ágústu. Stefán var þó hvergi nærri sestur í helgan stein, heldur hóf hann brátt störf hjá sælgætisgerðinni Góu og vann þar sem sölumaður allmörg ár. Fór hann í sölutúra nokkrum sinnum í mánuði með vini og samstarfsfélaga fram á níræðisaldur. Hann var sölumaður af Guðs náð, ef svo má segja, og átti auðvelt með að ávinna sér traust og velvild við skiptavina sinna, enda var maðurinn ekki aðeins heillandi í fasi, heldur sýndan fólki falslausan og einlægan áhuga sem kom beint frá hjartanu. Stefán var ljúfmenni fram í fingurgóma, viðfeldinn maður og skemmtilegur í viðkynningu og samtali, var mikill sagnamaður, gamansamur og glettinn og fólki þótti gott að vera í návist hans. Stefán var vinnusamur, laginn mjög og góður verkmaður og honum féll sjaldan verk úr hendi. Hann nýtti vel frístundir sínar til nauðsynlegra verka, hvort sem það var viðhald hússins heima við, garðvinnan eða nauðsynleg viðvik í sumarbústaðnum. Hann var nýtinn maður og nægjusamur, mikill ræktunarmaður og sérlega áhugasamur kartöflurækt. Stefán var líka áhugamaður lax og silungsveiði, enda komst hann ungur á bragði þegar hann veiddi sinn fyrsta lax, 12 ára gamall, og hann átti að baki marga árangusríka og aflasæla veiðitúra í hópi góðra félaga. Stefán lét vinnuna þó ævinlega hafa forgang umfram flest annað og henni sinnt hann af mikilli alúð og samviskusemi. Hann var að sínu leyti andlit Mónu og á traustinu til hans byggðist velgengni fyrirtækisins að verulegu leyti. Hann átti auðvelt með að setja sér markmið og náði þeim yfirleitt með viljastyrk sínum og áræði, var skipulagður í öllum verkum sínum fram á síðasta dag og hinu sama gegndi líf hans í flestum greinum.
Allt var það eftir góðri reglu og ekki laust við formfestu og þar var staður fyrir hver hlut og hver hlutur á sínum stað. Leið var hann allra manna liprastur í samstarfi og samningum. Honum veittist auðvelt að jafna ágreining manna á milli og lagði mikið upp úr því að lempa hlutina af lagni sinni og innsæi. Stefán og Gyða keyptu landsbyldu við Villingavatn nærri Þingvallavatni árið 1968. Það reistuðu sér sumarbústað sem á var minnst, sem síðan hefur veitt fjölskyldunni skjól frá amstri daganna og verið henni kærkominn vettvangur ánægjulegra samverustunda í áranna rás. Þau hjónin ferðuðust líka mikið, einkum hér á heimaslóð fyrr á árum og víða erlendis þegar hægðist og annasömum störfum sleppti. Fóruðu meðal annars eftirminnilega ferð til Suður-Ameríku eftir að þau voru komin yfir 70 og áttu ófáar ferðirnar í sólarlöndin. Stefán var ötull félagsmálamaður. Hann var virkur félagi í Oddfellow-reglunni í stúkunni Ingólfi sem heiðrar hann í dag og minningu hans með nærveru sinni, lagði þar krafta sína og áhuga í mikilvægt líknar- og mannúðarstarf og gegndi þar ýmsum trúnaðarstörfum. Hann lá ekki á liði sínu í sambandi við saumaklúbb Gyðu, konu sinnar, þegar kom til kasta eiginmannana og saman fór sá góði hópur margar ferðirnar innanlands og utan og skapaðist þá traustur og góður vinskapur meðal alls þess góða fólks. Stefán unni tónlist mjög og hlustaði mikið á hana. Hann var meira gefinn fyrir dægurtónlist en sígildatónlist og átti mikið og gott safn hljómplatna frá fyrri tíð sem hann brá oft undir nálina. Lengst af sinnar löngu ævi var Stefán vel á sig kominn, enda hreyfði hann sig talsvert bæði í vinnu og utan hennar, þótt hvorki stundaði hann íþróttir né skipulega líkamsrækt. Heilsa hans tók að gefa sig vegna hjartabilunar fyrir 1,5 ári, en hann náði sér þá aftur á strik. Hann veiktist af lungnabólgu í kringum nýliðna páska og þá lét hjartabilunin aftur á sér kræla. Hann var á lungnadeild Landspítalans í Fossvogi síðustu 4 daga ævi sinnar og þar dó hann í svefni aðfaranótt föstudagsins 25. apríl síðastliðinn eins og áður var getið, 91 árs að aldri. Stefán verður jarðsettur í Garðakirkjugarði á Álftanesi. Fjölskylda hans þakkar samúð og vinarhug við andlát hans og útför og býður ykkur öllum að gjöra svo vel og þiggja veitingar hér frammi í safnaðarheimili kirkjunar að lokinni athöfn. Inga Valdís hefur beðið fyrir innilegar samúðarkveðjur sínar til fjölskyldu Stefáns vegna fráfalls hans með þakklæti fyrir áralanga vináttu og tryggð. Sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig ávarpar Drottinn mann við þau leiðarskil sem verða á eilífðarbrautinni þegar maður kveður líf og tilveru þessa heims og heilsar hinni nýju, handan grafar og dauða. Þar eru allir hlutir nýir, hið gamla að engu orðið og nýtt orðið til. Þar eru öll kennimörk jarðarkífsins á bak og burt fyrir fullt og allt, vegna hins mikla sigurs upprisunnar sem Jesús Kristur hefur unnið og áunnið okkur hlutdeild í honum og greitt okkur veginn heim í eilífðarhús sitt sem hefur margar vistarverur. Leið og við lofum Guð fyrir það veglega hlutskipti sem okkur mönnum hefur þar með fallið í skaut. Þökkum við honum fyrir líf og starf Stefáns Björnssonar. Við þökkum honum fyrir allan hans kærleika og ást, allan hans rækt við bönd fjölskyldu og vináttu, allt það góða sem hann fékk til leiðar komið ævidaga sína og fyrir það sem veitti honum sjálfum, gleði, lífsfyllingu og hamingju. Við þökkum góðum Guði einnig fyrir þá líkn að hafa leyst hann undan oki þverrandi heilsu og treystum því að einmitt þau gæði og gleði séu nú endurvakin í nýjum heimkynnum himnanna, þar sem allir hlutir verða nýjir, þar sem varir trú, von og kærleikur, en þeirra er kærleikurinn mestur. Guð blessi minningu Stefáns, styrki ykkur öll kæru vinir, ástvinni hans og hjartfólgna vini og vandamenn og gefi okkur öllum góða heimvon. Í Jesú nafni. Amen.
Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir og að eilífu. Amen. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér.
Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér viljum biðja. Eilífi Guð, sem þekkir alla hulda hluti og sem hefur skapað alla hluti og hefur vald yfir lífi og dauða, þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Þér skulu þakkir færðar fyrir allt, fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtförina úr honum í von upprisunnar. Vér blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem við eigum í honum, vitjað hefur vor og afrekað oss lausn frá þjáningum. Meðtak þú drottin í heilaga gæslu þína, sál þessa barns þíns, Stefáns Björnssonar, og veit honum hvíld í samfélagi þinna heilugu til upprisudagsins mikla sigurs. Hugga þau sem syrgja og gef þeim alla himneska blessun og náð, hér og í komandi heimi, því þú ert miskunnsamur og gæskuríkur, þér fórnum vér dýrð, vegsemd og tilbeiðslu, nú og að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem drottin hefur kennt oss og biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takið blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn,
fyrir drottin vorn Jesúm Krist. Amen. Ég bið þau sem treysta sér til að standa það sem eftir athafnarinnar og hvet ykkur til þess að taka undir í sálminum Allt eins og blómstrið eina. Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á fegins degi fyrra. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn lifa. Amen. Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen.